Hversu góð tilfinning það að vera komin á þetta stig með þetta lið? Að hafa klárað verkefni núna í vor og vera komin núna bara í leikjum á Serbíu og Tyrklandi og allir þessu. Já, bara huge. Þetta bara akkurat það sem þetta landslið á að vera í þessum leikjum á móti þessu stóru þjóðum. Við bara ógeðslega stoltir, skilur, bara þakkláttir fyrir að vera komnir á þetta stig. Þetta var mjög erfiður fasi núna síðast, erfiðir leikir og þurftum að ná í úrslit. Svo bara breytist verkefnið ekkert núna, það var bara saman. Var ekki sumarið nokkuð mikið betra að hafa náð í þetta? Jú, þetta hefði verið þungt. Ég meina þetta var líka mjög krefjandi gluggi. Það voru margir sem voru að klára tímabilið og þurftu svolítið að rífa sig í gang eftir tímabil í mjög mikilvæga leiki. Þannig að jú, ég held að menn hafi verið mjög ánægðir að stíga inn í sumarið eftir þessa leiki. Stjörnuleikmaður sem fáið gangi út í Finnlandi í einhverjum æfingaleikjum. Svo fáið þau bara verðmætasta leikmaður heimi, skilurðu, í gangi. Hvernig skipuleikur, hvernig mindset farandi inn í svona leik? Bara 5 á 5, körfubolti? Já, inn í end það, en á einhverju öðru leveli en þú ert vanur. Þetta ekki bara eins og venjulega? Ég meina, við höfum verið að keppa mútið leikmönnum á borð við Luka og fleiri leikmenn, og veist að þetta allt öðruvísi. En ég held svona fyrir strákana að bara leið og stígur á völlinn og byrjar að spila, þá finnur út úr því að boltinn bara fara hún í körfuna og reyna að finna leið til að stoppa þessi gauðra og það krefjandi dót, en þetta var once in a lifetime svona tækifæri. Ég spyrir Tryggva þessu líka. Þið hafið svona síðustu árum myndað frábært svona, svo ég sletti, following fyrir, þið eru bara vinsælt lið á Íslandi. Finnið þið fyrir því? Já, bara finnum fyrir því, heldur betur. Það er mikill áhugi og fólk elskar að horfa á okkur spila og finnst körfuboltinn vera skemmtilegur sem við erum að spila og það er líka stór partur af þessu náttúrulega liðsild sem við höfum reynt að skapa núna bara síðastliðin mörg ár og það er að smitast og það er bara geggjað. Það eru forréttindi að vera partur af hóp sem eru svona flottir og spila vel saman. Alveg að lokum, það verður að spyrja út í kring. Já. Hræðilegt að segja að fara niður þarna eins og leika á móti KR og hvernig hefur ferlið gengið? Ertu langt í því að þú hefur komin? Herðu, ég bara klár. Ég er búinn að vera í kontakt núna síðustu 2 vikur og er farin að skjóta og gera allt sem ég má gera. Ég held kannski meira að ég hafi kannski pásað mig í þessa leiki. Ég er í svona uppbyggingarfasa akkurat núna og bara verið klárinn í tímabili. Ég er byrjaður að gera allt sem ég má gera og er þakkláttur fyrir það. Er sömu lætin í þér í þessum hóp? Aðeins minna. Ég er alveg að ég er aðeins að draga mig í hlé og gefa þeim röddina. Nei, mjög gaman að vera hérna með strákunum og þess vegna er ég hérna og vill svona peppa á það inn í þessa leik. Hver er starfandi fyrirliði á meðan þú ert? Herðu, Martin fékk fyrirlega giggi núna síðast. Stóð sér vel. Ég sá hann að þetta er mikil ábyrgð sem fylgir því að vera fyrirlið og að gera þetta með Þú með henni í leiðsögn? Já, ég var aðeins að coacha hann í það, hvernig að vera fyrirlið. Nei, þetta er bara eins og þetta er. Við erum marga leiðtoga. Martin tók þetta fagmannlega núna síðast og vonandi heldur hann því bara áfram. Kærar þakkir að þér. Takk fyrir. Gangi ykkur vel. Bara svo.